Já, góðan daginn. Síðast fórum við yfir Grand Prix árásina sem hefst hérna í þriðja leik með F4. En nú ætlum við að fara yfir biskup B5 og sem er svona Ross og Limo í rauninni sko. Og hvítur vonast semst eftir að fá að drepa á C6 og leika svo F4 og tefla svipað á Grand Prix árás, bara búin að veikja eins peðastuð svarts. Ég ætla að mæla með rittari D4 sem ég veist að vera svona prinsipleikur í þessu. Nú rittari F3 er sterkasti leikurinn hjá hvítum að mínum að því. Við skulum byrja á biskup C4. Þá gef ég hérna A6. Veist það eðlilegur leikur. Rittari F3, B5. Biskup D5, þá róku B8. Það blir svona og rittar F6 og hér á svarturinni valum 2 ágætis valmöguleika. Hann getur drepið á D5 og leikir biskup B7 sem ég sýnist eru nokkuð vanlegt. Hvítur getur ekki valda D5 peði svo glatt og það fellur alltaf eftir dróninga F3. Þá er það E6. Hinn möguleikin er að leika E6 og drepa á E4 og svartur stendur ágætlega. Já, við skulum fara hérna í rittar F3 sem er eða svona hættulegasti varianturinn fyrir svartan. Já, þá mæli ég með hérna eftir rittar F3 að leika E6. Stutturókun A6, biskup D3 og nú held ég að sé bara nokkuð sniðugt að fara aftur tilbaka með rittaran. Ef hvítur leikur biskup E2 þá getum við alltaf leikið rittari D4 tilbaka og það getur auðvitað búið upp á þráleik en það er náttúrulega ósigur svona byrjunarfræðilega séð fyrir hvítan og þetta er alltaf heigulsáttur að gera stutt jafntefli með hvítu. En ef þeir að teflaði miklu stigalegri anstæðing sem er sáttu í jafntefli þá sem náttúrulega alltaf frekar byrjandi þá er dróning C7 og bara þetta tefla þetta svona eins og hefðbundin sigiling og þá erum við að tefla þessa stuðu. Já, biskup E2 þá rittari D4 objectively best sko. En biskup E2 er í rauninni engin leikur. Hér eru margir aðri leikir. Það er rókur E1, A3, B3 og rittari D5 og ég verði hérna með 2 nýjungar með þess að ég notaðist mikið við bókinas Gavin Jones Coffee House Repertoire og margar af hugmyndum hans voru all hausverkur fyrir svartan. Það er nokkuð góð bók fyrir þá sem vilja tefla svona hvítt sko. Já, við skulum byrja á rókur E1. Nú, rókur E1 lítur út fyrir að vera solid en
og horfum aðeins á hvítu stöðuna þá tökum við eftir í að riddarinn á F3 og hann á ekki svo marga reyti sko. Því er G5 góðleikur og svartur ætla bara að áreita riddarinn strax og svartur að leika leikurinn G4 og riddarinn er svolítið vandræðalegur, ég myndi mæla með þessu og H3 líklega svara með H5 hérna og þetta er svona skemmtilegt aða svarta G4 getur verið að koma í næsta leik. Skulum baka og A3 er annar leikur, þá er B5 bestur segjum biskup 1 og 2 hérna, þá getum við gert það sama áðan, þetta er D4 biskup B7 D3 og þetta er bara í uppstaða. Svartu getur leikið biskup C5 rittar E7 eða rittar E7 strax, jafnvel biskup D6 og síðan rittar E7 með einhverjum F5 hugmyndum býst við. Þannig að hrókur 1-1 búið til reytur í biskupin og D3 til leika biskup F1 en þá er sama áðan G5 upprópunumverki G3 þá bara D6 H3 H5 og ég held að svarta sem ágætt spil hérna, staðan er náttúrulega óljós. Skulum baka já, B3 D6 er það sem mæli með fyrir svona vilda skákmenn. Það verður þetta G5 möguleiki en ég veit ekki hvað að segja með þetta. Þetta er getur þetta verið smá veiking í þessu hjá svörstum. Hvítir rittarinn á B2 getur fyrir kannski á C4 og það passa sig að leifa hvítum ekki leika A4 og A5 og negla þetta niður. Svartur á alltaf B5 líka. Þetta er svona svolítið vilt en kemur alveg til greina. Já, en ég ætla að mæla með D6 svona aðeins rólegri leið. Biskup B2 rittar F6 hrókur 1-1. Þetta er allt í bókin hans Gavin Jones og hérna klóraði mér svolítið í hausnum hvernig ég ætti að halda áfram hérna og til mig hafa kannski komist að ágættri niðurstöðu. Já, ég sem sagt klóraði mér svolítið í hausnum og ég byrjaði að fara yfir dróning C7 en ég var ekki alveg nógu hrifinn af þessu framaldi hérna fyrir svartan en þetta er eitt leikur sem getur komið til greina H5 sem lítur svolítið furðulega út en það er svolítið svona já, það er svona eiginlega no turning back en mennleika H5, það er náttúrulega G5 reiturinn svolítið veikur. Þetta er eitthvað sem fólk getur skoða. Já, svo var ég að skoða eitthvað B6 þá er mér fannst þetta svolítið pressa sko, líst ekki alveg nógu vel á þetta. E5, C3 biskup F1 og mér finnst eiginlega hvítur vera bara með aðeins betra hérna sko. Já, D4 að koma og hrókur C1 og eitthvað. Þannig að ég ætla að stinga upp á nýjung G6. Gavin minnist ekki á hann að leik í bókinni, það er ágætt að geta þess. Ok, þá
þá hafði ég náttúrulega smá ágjör rittari D5. Ok, biskup G7, drepið, segjum E5, biskup G7 tilbaka held ég sé sniðt, dróning E2, hrókering, ég held að það sé nokkuð jöfnstað. G5 gæti verið option fyrir einhverja skapandi skákmenn hann úti. Ég bara ekki alveg viss hvort það er gott eða slæmt, ég verður ekki þetta svolítið svona skrítin stað. En sérstaklega í steyttri tímur var í G5 svona leikur sem við myndi leika strax. En hrókering svona the solid way to go. Ég sé sjálfur sem engin sérstök vandamál hérna hjá svörtum. D5 vantarlega að koma og svo framvegis. Nú E5 annar leikur. Það eitthvað sem ég varð að skoða líka. Ég ætla bara að drepa þetta. Teflaða svona. Og hér held ég hafi dottið á skemmtilega leið bara að leika biskup G7. Við fórnum sem sagt bara C5 beðinu. Rittari D7, hrókur C4, rittari 1-5. Það nefnilega við náum tveimur öflugum rittaralegjum og biskupinn á D3 svolítið aðsnæðlegur. Nú rittari 1-4 svona það fyrsta sem datt í hug. Það náttúrulega leppa rittarinn á E5, hrókering, og ég myndi segja að við værum með ágætis spil hérna fyrir peð Það allavega sem manni sýnist þar til einhver afsanna það. Nei, ég segi svona. En ég sé ekki það svörtstöðinni. Hrókur D4, þá voru drottningin að fara á, hún getur fara á E7 til dæmis, eða B6 sennilega E7. Hrókurinn svolítið aðsnæðlegur núna og rittari D3 að koma. Já, þannig að þetta geti kannski verið málið hjá kallinum. Það væri gaman ef þetta væri góð nýjung, en það mun tímilega í ljós. Skulum baka. Nú annar leikur hér rittari D5 sem líka í bókinni góðu. Skemmtilegu leikur, gefa honum interesting. Nú rittari E7 og kemur hrókur 1-1 og þetta er svona heldur þægilegur á hvítan. G6 það sem ég ætla að mæla með. Nú G5 það er svona dálítið vilt leið, en svona gaman að skoða. Það blir svona dróning D1 upprópunamerki, hótar hrókur 1-1. Ég var eitthvað aðeins að kíkja á þetta. Hrókur 1-1, biskup E4, þá B4 og skákskýringar gefur sér óljóst og ég held að það sé nú alveg rétt, en þetta er svona hættuleg staða fyrir
svartan held ég. D6 er líka möguleiki, þá hóttum við að drepa á D5 í næsta leik, þannig að við líka rittar E3, þá getur G5, H5 verið option. En þetta er svona fyrir áhættu samari skákmenn. En G6 er svona the solid choice. Hrókur reynir 1, biskup G7, C3, D. Já, eins og D6 er talað í bókinni. En ég ætla að koma aðra nýjung hérna, rittara H6. Og ég hugsa mér að tefla svona biskup C2, hrókering. Rittari 1-3 líklega. Rittari F4 getur líka verið option, en það er D5 og staðan er bara nokkuð jöfn sýnist mér. Rittari 1-3 og þá er hugmyndin líka bara D5. Og ég held að þetta sé bara jöfn staða. Ég vil fá að leika hugsanlega D4 næst. Ég er með svörtu. Ásæki. Og ég er ekki að segja svartu sem er betra, en segjum A4, getur hrókur B8 að vera leikur líka. Já, þannig ég ætla að mæla með þessari nýjung minni hérna rittara H6 í þessari stöðu. Og það er ekki minnst á þannig leik í bókinni heldur. Þannig að það voru 2 nýjungar í þessum fyrirlestri og ég held að þetta er bara nokkuð gott hjá mér. Takk fyrir.